nýverið kom út bókin Nikki og slóð hvítu fjaðrana sem hefur vakið mikla lukku og höfundur bókarinnar Brynja Sif Skúladóttir og hún búin að vera heimsækja skóla víðsvegar á landinu og hún á línunni. Komdu sæl. Já, góðan daginn, Gulli. Þetta þín fyrsta bók, eða ekki? Jú, þetta fyrsta bókin sem kemst upp úr skúfunni eins og við segjum stundum. Já, segðu mér aðeins, hvað var til þess að þú ákvaðst að gefa út bók og svona söguna bak við þetta? Ég hefur alltaf langað til þess að gefa út bók, allavega mjög lengi, bara frá því ég var krakki. En það má kannski segja að fyrir svona 2 árum þá var ég að velta fyrir mér hvað mér langast að gera næst. Ég er rekstrarfræðingur og var að velta fyrir mér einhverju viðbótarnámi eða hvað langar mér mest að gera. Og þá náttúrulega kom þessi hæfileiki upp að ég er búin að skrifa mjög lengi, alveg frá því ég var krakki og ég sagði, ég ætla að gefa þessu hæfileika tækifæri núna. Þannig að ég bara tók þessu alvarlega og ég fór í endurmenntun í skapandi skrif, ég fekk mér síðan ritstjóra á handritið og bara reyndi að líta á þetta sem að ég væri í námi í því hvernig get ég komið sögunum mínum á það form að það nái algjörlega til lesenda minna. Titillinn Nikki og slóð hvítu fjaðrana. Ég var nú eitthvað svona að reyna að njósna söguna bak við þetta og þetta eitthvað sem átti við hvíta fjöður sem var kveikjan að öllu eða ekki? Jú, það einmitt það sem ég segi krökkunum og það þarf ekkert mikið til þess að fá góða hugmynd og hvort sem það hugmynd fyrir bók eða leikrit eða bara flotta mynd sem hann langar til að mála. Ég var bara að gangi í Zürich og þá sé ég þar á miðri brú stendur maður með hvíta fjöður og það var bara kveikjan. Það var bara, þá fekk ég hugmyndina sögunni og svo náttúrulega skrifaði ég þá hugmynd niður og nærði hana reglulega, settist niður og skrifaði meira. Þannig það þarf ekkit meira til þess að skrifa bók en að fá hugmynd fyrst. Það þarf náttúrulega fyrst hugmynd en svo þarf helling til þess að það verða orðin bók þannig að maður geti svona haldið á henni eins og ég get haldið á Nikki núna. Já, algjörlega. Spennandi og viðburðarík bók. Hvað fjallar þessi bók? Hún fjallar að Nikki sem 11 ára mjög kraftmikil, skapmikil stelpa sem býr ásamt móður sinni í Reykjavík og sagan gerist þegar þær tvær fara saman til Zürich í Sviss og eyða sumrinu þar. Þar lendir Nikki mjög spennandi og erfiðum ævintýrum. Nikki líka með svona örlítinn dulrænan hæfileika sem að hún raun og veru neyðist eða mun þróa áfram í sögunni til þess að bara komast út úr aðstæðum sem að hún myndi annars ekki komast út úr. Nákvæmlega. Eins og ég sagði hérna í byrjun viðtals að þú ert búin að vera að heimsækja grunnskóla víðsvegar á landið. Já. Og þú ert einnig með eitthvað verkefni með þér, handa krökkunum. Já, það nefnilega rosalega gaman. Það var svona annað þegar ég var að því ég náttúrulega alveg, þetta bara fyrsta bókin og ég hugsaði þegar ég var að velta fyrir mér að ég væri að fara og hitta svona mörg börn. Það langaði mig einhvern veginn að gera eitthvað meira. Mér langaði einhvern veginn að mæta þeim einhvers þar. Og þá hugsaði ég, hvað ef að þau eru búin að velta fyrir sér einmitt þessum spurningum sem að ég búin að hugsa svo oft bara hvað fjallar þitt ævintýri? Þú veist, hvar gerist það? Hver er aðalpersonan? Þetta eru bara 7 spurningar en það er alveg ofboðslega gaman hvað börnin og kennararnir taka vel í þetta verkefni og hvað þau mæta mér í ævintýrinu. Þú veist, einmitt að því að þau eru búin að velta þessu fyrir sér og hvað eru raun og veru með frábæra hugmyndir bara þegar maður gefur sér tíma þess að spyrja þau út í þeirra ævintýri. Þessi bók kannski kemur því að stað hjá börnum að þau kannski búa til sitt eigið ævintýri. Já, ég ætla nú sannarlega að vona það og allavega íti bara í ímyndunaraflið því að það er náttúrulega það sem að allavega flesta foreldra og kennara og þá sem að vilja börnum vel. Við viljum náttúrulega að börn setjist niður og lesi því lestur er náttúrulega afskaplega góður að svo mörgu leyti. Hann er góður fyrir allt nám en hann er líka svo góður fyrir ímyndunaraflið. Þannig að þú sest niður og þú lest setningar sem að virkilega einhver höfundur skrifaði og þó þessu einhverja teikningar í bókinni, þá er það ekki það sama og myndirna sem að þú býr til í huganum. Þá ertu bara að æfa og þjálfa og nota þitt ímyndunarafl sem að ég trúi að gagnist í svo mörgu í lífinu. Alveg rétt. Boðskapur bókarinnar? Boðskapur? Góð spurning. Boðskapurinn, ef það er hægt að finna einhvern svona boðskap, þá hugsa ég að það sé örugglega að allir hafa einhverja hæfileika og
það mikilvægt að rækta hæfileikana sína og líka bara að þegar að það oft til dæmis kannski eins og Nikki, hún alltaf kemur inn í annað land þar sem önnur menning og þá virkar það sem hún að gera líka öðruvísi. Já. En það sem að raun og veru við stöndum upp með í lok sögunar fyrst og fremst spennandi saga af skemmtilegri stelpu sem að lendir í ævintýrum og það eiginlega svona koma að segja megin boðskapurinn í sögunni alltaf bara sá að segja ævintýri, upplifa þau og fá börn til að lesa. Nákvæmlega. Hvernig hefur bókinni verið tekið? Henni hefur nú bara verið tekið mjög vel. Fyrstu vikuna fór hún með sölulista Eymundsson og það var náttúrulega bara frábært og í annari vikunni var hún í 5. sæti við barnabækurnar, þannig ég bara mjög þakklátt. Ég alveg glæný í þessu og langar náttúrulega rosalega mikið til þess að börnum finnst bókin mér skemmtileg. Þau börn sem eru búin að lesa hana og ég hef heyrt í, þeim finnst hún mjög spennandi og hún leiður þau áfram og þau hafa sagt mér að hún sé skrifið þannig að þau eru auðvelt með að sjá myndirnar í huga sér og ef það satt að þá ég rosalega þakklátt. Það skiptir miklu máli. Þannig að þetta gæti verið byrjun á nýju ævintýri hjá þér? Já, ég vona það svo sannarlega því ég mikla trúið því að ævintýrin séu alls staðar og krakkarnir spyrja mér nú mikið það hvort að komi fleiri bækur Nikki og þau eru þá mjög ákveða að fá að vita hvað fjallar sú saga og svona og ég reyni að halda aftur á mér því að ég náttúrulega ekki búin að klára að skrifa hana en ég stefna því að og með hugmyndir allavega af 2 öðrum Nikki bókum. Glæsilegt. Þannig það væri algjörlega mitt ævintýri ef ég fengi að halda frá að skrifa. Þessi bók, hún fyrir grunnskóla aldurinn eða? Já, hún svona fyrir til þess að lesa sjálfur svona 9 til 12-13 ára, fyrir náttúrulega alltaf eftir lestragetu og maður getur alveg lesið hana fyrir yngri börn og ég veit að 8 ára miklu lestrahestar 8 ára hafa lesið hana en svona megin aldurinn þetta 9 til 12-13 ára. Þetta frábært. Eitthvað svona að lokum sem þú vilt koma á framfæri? Já, ég bara hvet alla til þess að velta fyrir sér hvað fjallar þeirra ævintýri og spyrja börnin sín að því hvað ævintýri þeirra fjalla. Og hvað hægt að nálgast þessa bók? Eymundsson? Hún bara fæst í öllum bókabúðum, allavega í Eymundsson og Hagkaup og já, hún á bara vera fáanleg og á mörgum bókasöfnum, ég veit hún komin á mörg bókasöfn líka og líka mörg skólabókasöfn. Hvernig var móttakan í gær? Þú varst í Vallaskóla? 150 börnin þegar sem þú last fyrir? Jú, það var alveg æðislegt. Ég verð nú bara að segja það var alveg sérstaklega gaman að koma á Selfoss og þessi börn voru í 4 hópum, þannig þetta var ósælega flottir og góðir hópar og þau voru búin að vinna verkefnið og þetta var bara alveg óbóðslega gaman að hitta þessa krakka. Þau voru með mikið ímyndunafl og þau voru mjög virk og hlustuðu vel og mér finnst þetta bara alveg einstaklega skemmtilegt og ég þakka þeim enn og aftur fyrir að hlusta á mig og fyrir frábærar móttökur sem ég fekk hjá kennurum og starfsfólki. Glæsilegt. Brynja Sif, bókahöfundur og hvað, þú ert markþjálfur líka það ekki? Jú, ég er líka markþjálfur. Já, og rekstrarfræðingur? Já, ég er rekstrarfræðingur, ég er það í grunninn. Það eru góðu titlar sem þú berð. Herðu, takk fyrir spjalli Brynja og gangið bara allt í hæginn. Herðu, þakka þér kærlega fyrir þetta. Takk fyrir kærlega. Já, bless.